sem ég ætla að ræða ný skýrsla, þetta sjötta skýrslan í ritröð OECD PISA 2009, og hún fjallar læsi á rafrænan texta, lesskilning þar sem prófað með vefsíðu texta. Og það lengi búin að bíða eftir þessum niðurstöðum. Það átt að koma með í desember en seinkaði. Og þessi skýrsla ber svolítið með sér af hverju það er. Þetta er ekki alveg það sama og lesskilningur bara á pappír. Ég ætla að eyða svolítið tíma í að aðeins að útskýra fyrir ykkur hvers konar hugtak þetta er. Af hverju er verið að leggja þetta fyrir á tölvu og hver munurinn er og í hvaða samhengi farið af stað með þessa nálgun sem yfir á tölvu. Og skýrslan þessi er í 7 köflum, ég alveg hversu mikið þetta er í hvert kafla en einhvern að reyna að gefa ykkur hugmyndir þessa niðurstöðu í flestum köflum vonandi. En fyrst er fjallað samhengi af hverju við að fara út í þessa mælingu og svo er fjallað þessar fjallað niðurstöðunar, hvers konar hver árangurinn er á milli landa sem tókum þátt í þessu og samhengi við lesskilning á menntamál, venjulega skólum. Og svo er það hvernig nemendur vafra þessi verkefni. Þess að þetta navigation, ég ekki ennþá búin að finna gott íslenskt orð á þetta og ég með alveg lærið á ensku vegna þess að mörg hugtökurna sem ég á bara treysti mér ekki í að þýða. Þið getur endilega komið með uppfæstingu ef þið hafið okkur að góða. Þetta er virkilega nýtt að hugsa lesskilning þessum við erum ekki alveg komið með hugtökum og það sé allt í lagi. Og svo er það tengsl milli læsis á rafrænan texta og bakgrunns. Við talum kyn og viðhorf til lestar. Og svo er kaflinn ekki læsi, heldur hvernig nemendur nota tölvur, ICT. Þetta er unnið út frá spurningalista nemenda hvað þau gera heima hjá sér, hvernig þau vinna á tölvur heima hjá sér, hvernig þau vinna á tölvur fyrir skólan, hvernig þau vinna á tölvur í skólan og svo framvegis. Þetta er svona almennt hegðun kringum tölvur. Þarna eru áhugaverðar niðurstöður sem eru kannski ekki alveg í takt við það sem við höldum að sé. Áhugaverðar niðurstöður þarna fyrir Ísland. Og svo er það 7. kaflinn sem fjallar sama hlutin nema tengsl þessara hegðunar kringum tölvur við læsi á texta þegar hann er settur fram í gegnum tölvur. Færnin á að vinna úr upplýsingum á netinu samanborið við það hvernig þau nota netinu, hvernig þau nota tölvur, það er stærðilegt. Og loks er það stuttur kafli sem er í rauninni aðkvæðsmódel sem er að skoða hvaða þættir skýra helst læsi á rafrænan texta. Það er líka áhugaverð, það er mjög stutt grein. Ég er með nokkur verkefni sem ég ætlaði að sýna ykkur og því miður er ekki með íslensku verkefnin. Ég er með á norsku, sænsku, dönsku, þýsku og ensku en þeir einhverjum ástæðum slepptu íslensku útgáfunum í þessum opna aðgangi hér. Þannig ég er búin að kvarta yfir og vonandi fáum við það líka í íslensku útgáfunum. En ég ætla að nota þetta til þess að sýna ykkur verkefnin, aðeins að fara í aðeins að kynna fyrir ykkur þetta hugtak. Þá áttu við kannski betur á því hvaða er nákvæmlega sem við erum að
leggja fyrir þessa nemendur. Í upphafi skýrslunnar er svona samantekt helstu niðurstöðurnar og nokkur stikkor sem maður getur sett fram í upphafi. Það er sterk tengsl á milli læsis á rafrænan texta og læsi á venjulegan texta. Og það er líka skýr tengsl milli þeirra sem eru góðir, hafa góðan lesskilning og aðferða við að lesa texta á netinu. Þeir nemendur sem eru vel læsir og góðan lesskilning, þeir eru líka að velja réttu síðurnar til þess að halda áfram og finna þær upplýsingar sem eru viðeigandi fyrir spurningum sem verið að leggja fyrir upphafi sinni. Og fara síður yfir á síður sem skipta ekki máli. Og annað svona almennt niðurstöðurnar er að það sem við kallum digital natives, að krakkar í dag eru í tölvum allan daginn. Það eru þarna svona innbættir í tölvum, hrættir inn í tölvum. En við eldra fólki kannski ekki, við þurfum að læra þetta allt. Og það er ekki sem halda því fram að það að vera digital native, það gefur þeim forskot á texta sem er á rafrænu formi, frekar heldur en á bókaformi. En þessar niðurstöður styður það ekki. Það er ekki sjálfgefið að krakkar bara þó þau noti tölvur mikið að þau séu sérstaklega betri í því að lesa úr texta sem er settur frá þannig frekar heldur en á bókum. Kynjamunur er lægri þegar að læsi á rafrænan texta skoðað miðað við pappír. Fyrir OECD þá fer það úr 39 stigum yfir í 24 stig á PISA-kvarðanum. Það er veruleg. Það lækkar líka hér á landi. Af spurningalista nemenda, sömu spurningarnar raðað fyrir 2000 og 2009, á 9 árum þá fer hlutfall nemenda sem höfðu tölvu á heimilinu úr 72% í 94%. Við þekkjum þetta sjálf, hvernig þróun hefur verið, þannig að sjáum við þetta gríðarlega mikil aukning bara á östurstum tíma. Hversu mikið af tölvum eru það fyrir nefndu. Það er ekki bara hér á landi, þetta er í Hinnlöndunum líka. En það sem er mjög áberandi í þessum niðurstöðum er að hversu mikið tölvur notar í skólum, það er ekki endilega samhengi með því og hvort að í landinu nemendur notaður heima. Þó að þessi mikil notkun heima fyrir þá er það ekki endilega mikil notkun í skólum af nemendur. Mjög áhugavert að skoða samanburð milli landa þar. Svo til að byrja þetta, þá setjum ég hérna upp svona heildartöflur sem við kannist við. Það fyrstu töflurnar eru svona löndin og svo tölur samanburði. Þetta snýst það að bera saman lönd við samanburður og svo. Og hér er Ísland í listanum. Þetta eru OECD-löndin sem tóku þátt. 16 lönd. Það eru 3 lönd utan OECD. Það er einn töflina sem það tók þátt. En þessi 16 hér tóku þátt í þessu PISA og við erum hérna nummer 5 af þessum OECD-löndum. Svíþjóð, Noregur, Danmörk er hér. Það er ekki marktækur munur á Íslandi, Svíþjóð, Írland og Belgíu. Við erum hérna í efri hlutanum á þessu. Ég sé að þetta eru allt lönd utan Evrópu. Þannig að við erum efst í Evrópu með þessum tölum. Noregur, hérna Danmörk, Frakkland, Spánn, Ungverjaland, Pólland, Austurríki og Kína. Þetta kemur Austurríki mjög illa út líka á pappírsprófum. En
Kvarðinn sem fyrr reyndar að vera 499 stig, ekki 500 stig eins og bandinu. Ég get ekki útskýrt af hverju. Og staðalfróðið 90 ekki 100. Ástæðan fyrir því að það eru færri verkefni í þessum heldur en hinn. Það næst ekki að mynda svona breyst og bandinum. Það er góður árangur. Kynjamunurinn 30 stig. Og það er mun minna heldur en pappírnum. Og hérna mælikvarði á það hversu vel nemendur ráku sig í gegnum réttar vefsíður til þess að svara spurningum. Hversu góðir lesendur þeir eru í rauninni á vefsíðu. Og hérna meðaltalið á þeim mælikvarða, 46 stig. En við erum með 47 stig, þannig að færnin er svona í því að finna réttar vefsíður bara í OECD meðaltalið. Nú 99,1% nemenda eru með tölvu heima fyrir. Það er hæsta hlutfallið hér, en það er mjög hátt í hinum löndunum líka. Mörgum hverjum. En áhugavert að landið sem er með besta lesskilningin á rafræna texta með ekkert svo hátt hlutfall nemenda miðað við hin löndin sem á tölvu heima fyrir. Kórea er líka með mjög hátt lesskilning þegar að prófa þeir á pappír. Og já, hér er munurinn á nemendum sem eru ríkustu foreldrum og fátækustu foreldrum á hlutfallinu sem með tölvu heima fyrir. Það er þetta fátækt mun þegar allir eru með tölvu hérna. Sem eru fátækir eða ríkir. Og hérna svo munurinn í stigum milli þeirra sem eiga ekki tölvu heima fyrir, þá nú komum við rétt 1%, þeirra sem hafa tölvu heima fyrir. Hérna hlutfall nemenda sem nota tölvu í skólan, 79% með 74% fyrir OECD almennt, það er herra hlutfall. En ef við skoðum Norðurlöndin, þá er 89% nota tölvu í Svíþjóð í skólanum, Noregur er með 93% og Danmörk er með 93%. Við erum með minni notkun á tölvur í skólanum heldur en á hinum Norðurlöndum. Og hérna er svo það sem munurinn á þeim sem nota tölvu í skólanum, þeim sem nota ekki tölvu í skólanum. Munurinn á rafrænu læsi á þessum mælikvarða. Það er þá þeim í hag sem að nota tölvu í skólanum. Einhverjar spurningar um þessu töflu? Var Finnland ekki með? Nei, Finnland tók ekki það. Nú, já, hér sjáum við svo Hong Kong, Macau og Kólumbíu. Handófkennt hvaða lönd velja að taka þátt í þessum hluta. Það verður örugglega mun fleiri núna 2012 sem taka þátt í við verðum ekki með. Nú, já, þá skulum við bara kíkja á fyrsta kaflann. Og ég vil aðeins útskýra fyrir ykkur eitthvað allir hungraðir í töflur og myndir, eða ekki? En ég ætla aðeins að fjalla svolítið hvað er verið að tala þegar við erum að tala læsi og rafrænan texta. Nú, þetta próf er svona svar OECD við því að krakkar eru að lesa flestast efni á netinu, eða á tölvum. Og það er ekki sama að lesa á pappír og tölvu. Textin er ekki mislæsilegur og notaður á mismunandi hátt. Og Dynamic Windows and Frames, þetta er öðruvísi umhverfi heldur en að lesa beint á blaðsíðu. Og maður les ekki línulega, heldur les maður sem net, maður er alltaf að lesa í neti, maður er alltaf að búa til námsefni sitt eða lesefni sitt svona eftir því sem maður bara les áfram. Maður veit aldrei fyrirfram nákvæmlega hvað kemur næst.
Þannig að þetta er allt annars konar lestur heldur en að vera með bók sem maður veit lasið þetta, kaflið þetta og svo er hún búin hér og maður getur flett í gegnum hana á undan og svona sé, þetta er allt annars konar lestur sem á sér stað. Og það er miklu meiri myndatexti og hreyfimyndir og það sem við kallum augmented reality, það er þegar maður fer á söfn og maður fær hérna í eyrað og hérna er maður með tölvu og maður smellir á eitthvað svona skjá, maður geta söfnum úti, smellir maður eitthvað hérna og þá fær maður eitthvað upp, en það er allt annars konar lestur heldur en bækur. Og svo er það þessi hérna punktur að þegar við lesum bók þá vitum við nokkuð hvað hún kom. Hún gefur hún út, hún lesin yfir, hún hefur eitthvað hlutverk í heiminum, hún er upp í hillu, en í netinu þá áttu að vara á milli það sem við kallum authored text, höfund, yfir í svona eitthvað sem margir hafa skrifað og þú veist stundum ekki nákvæmlega hver sagði hvað. Og þú ert svona með blöndu á þessu tvennu þegar þú ert að lesa þig til ákveðna hluti á netinu. En þetta er allt eitthvað sem við erum búin að læra á síðustu 10 árum. Við kunnum á netinu. En það er svona verið að benda á þess fyrir bara 15 ára nemendur. Þeir eru líka búin að lesa mikið á netinu og að nota henni mikið. Við erum að dæmi sömu fréttina í dagblæði og svo á netinu. Svona eru hlutinni settir fram á ólíkan hátt, miklu minni texti og svona settir stikkóla stíl og þið ekki þarna meira merkið í það á MBL. Alltaf setja eitthvað fram svona meira eða þú vilt lesa meira. Það er ekki bókun, eða ef þú opnar dagblæði þá er ekki svona eitthvað sem þú rífur af, svona flettir niður og vilt lesa meira, sko, opnast ekki eitthvað nýtt. Þannig að það er allt annars konar miðill og öðruvísi hlutir sem þurfa þar til þess að lesa vel og leysa verkefni sem að byggja á svona texta. Og þarna er þetta að leita eftir leitar orðum, þú ert að fara í gegnum tengla, mismunandi aðferðir við að fletta í gegnum textan og textanir eru mismunandi, eins og ég segi, stundum eru þeir með höfund, stundum eru þeir samhöfund, þannig að þetta blandast allt saman. Og svo þetta hérna. Þegar þú ert að meta textan, lesa textan og þá ert að hugsa sko á netinu what the text is about, who wrote it, who published it, when, for what purpose, with what potential biases. Þetta maður að hugsa alltaf þegar maður er að lesa á netinu. Stöðu. Maður er ekkert að þessu er maður hugsa í fyrsta hlutin, en maður er að gera þegar maður er að lesa eitthvað bækling eða bók. Það er ekki líka svolítið hægt að taka þetta svona face value af því að það koma krakkar til mín og alveg bara þetta er á netinu og þetta, þú veist, og taka þessu bara sem heilagan sannleik, það sem þetta er hægt til. Jú, vissulega, og fullorðið fólk líka. Já, ég meina ég náttúrulega ekki Krakkarnir eru sérstaklega, sko þetta er svo mikil færni sem þú þarft að hafa. Þetta er miklu meira heldur að lesa bók. Það vantar þetta síðasta. What purpose og what potential bias. Af því að það þarf að skjóða þetta sterkt inn í að maður setja aldrei gagnrýnin á það sem maður les. Það er einmitt það. Það er þessi gagnrýnin lestur það er miklu mikilvægara tæki hluti af lesskilningi þegar textin er á netinu. Þetta próf er lagt bara, það er svona að búna til vefsíður, það er loka kerfi. Þannig að netinu er þetta allt opið. Það er reynir miklu meira á þetta þar heldur en í prófi, þó að vissulega reynt að gera það líkt. Þannig að eins og þú segir, critical thinking, það er það sem að er komið mikilvægur partur þegar þú komið nýja niður. Þannig að þetta er ekki bara að setja texta yfir á skjá, þetta er miklu meira, annars konar færni. Og það er það sem ég vil undirstrika. Ég hef búin að vera í þessum undirbúningi frá 2005, svo var þetta lagt fyrir 2009. Og það er fólk sem fjallar læsi og rafræna texta sem hluta af lesskilningi. Þetta er rauninni sami hlutur nema með ólíka miðil. Það er eitthvað smá þarna annað, þetta navigation kemur inn í eitthvað svona. Og ég er ekki samfæðast ennþá það að þetta sé sami hlutur. Mér finnst þetta vera það ólíkt
Það ekki hægt að blanda þessu saman af því það reynir á svo ólíka hluti. Þó að vissulega reynir á critical thinking þegar þú bara að lesa í bók, þá er bara að gera það á annan hátt. Þetta er öðruvísi efni sem þú vinna með og þar með þetta er færnin öðruvísi. Þannig að metan á sama mælikvarða er ósöngjum. Þannig að þetta er svona deila sem búin að vera í gangi í mörg ár. Hvort það væri hægt að setja það upp hvar það ekki og það er ein ástæðan fyrir því að það tafist svo mikið. Þeir reyndu það og það eru margir þarna í herbúðum þarna PISA-kúrsins sem vildi virkilega að þetta væri sami hlutum og það bara gekk ekki upp. Þeir reyna að stela því þannig inn í einn kaflan sem við kallaði composite scale og það er einhverja 12 blaðsíður í þessari 200 blaðsíðna bók sem að það sem þeir að reyna ennþá að halda í það að þetta sé gæti, það væri hægt að setja þetta samankvæða og búa til svona okkur töflur það en mér finnst þessum ekki, ég er ekki samfærður það og hún skýrslan ber merki þess að þeir hafi ekki tekist að gera það fyrir þetta áður og já, eins og ég segði á þessi digital natives þeir segja það hér út á þessum niðurstöðum að það að fæðast í tækninni er ekki nóg til þess að verða góður í því. Það er bara eins og að fæðast í bækur, það er ekki en þetta er ofta eitthvað sem fólk heldur fram. Það er bara í það. Það er ekki líka svolítið háð því hvað fólk er duglega að halda sér svona inn í tækninni. Hversu læs maður er á tækninni? Jú, sko læs á tæknina, það er nefnilega með þetta læsisugdögg. Að vera læs á ICT er ekki það sama að vera sko læs á rafrænan text. Nei. Að kunna að leta bókinni, sko, það er ekki nóg til þess að skilja. Það er voðalega svipað sem á við með læs á rafrænan texta. Þetta er færni í að vinna með textan, en á nýju miðli, þannig að það er önnur annars konar færni. Þetta var það sem ég myndi halda fram í samkvæmt þessari skýrslu. Þetta lítur þá að kalla á það hjá okkur að fara að kenna próftöku. Já, vera meðvitaður það sko, að gera verkefni þar sem þú þarft að nota netið. Það reynir á annars konar hluti heldur en að vera bara læs á texta, bara lesskilning. Þetta er öðruvísi hlut. Það kallar það að kennarinn þurfa að vera læsir á. Já, nei, líka það að við þurfum að taka þetta svolítið og kenna þeim á vissan hátt. Já. Við setjum þau í tölvumennt og erum að kenna þeim eitthvað að vafra og einhverja kennsluforrit og eitthvað svona. Við þurfum bara að kenna þetta. Og ég meina niðurstöðurnar sýna að okkar nemendur eru alveg færir að leysa verkefni þar sem þú þarft að vinna með nettexta. Það er staðan góð. En ef ég sýn ykkur sko aðeins meira hvernig þetta er mælt á einu sýn ykkur þau töflur, þá er þetta náttúrulega það sem þið þekkið úr PISA lesskilning. Þetta er lesskilning skilgreiningin soðin saman í stutt og hættir. Og hvað sem við erum að gera með þessu prófi á rafrænan texta, þá erum við með verkefni sem eru ýmist með höfund, gefin höfund, eða eru sett fram sem skilaboð á netinu eða voru tveggja bandar. Við erum með texta sem er samfelldur, ósamfelldur, tveir ólíkir textar eða sem við kalla multiple. Það er margir textar. Það er megnið af þessum verkefnum eru þannig. Þú ert að smella á fleiri en eina síðu til þess að textabrotin eru mismunandi. Svo er það hérna röksemdafærsla, lýsing, greinargerð, samskipti eða blanda af fleiri en einu. Þannig að
þetta er hlutfall verkefnana sem að falla í þessa flokka. Þetta sýnir ykkur eitt verkefni. Þannig að sjáum við til dæmis I want to tell. Spurning 1 og 2 eru svona message based, en 3 er með höfund. Og hér er sem sagt síða, svona sáu nemendurnir þetta síða. Og hér er texti úr bloggi frá þessari stelpu sem ég held að það heitir María á íslensku. Og svo fyrir neðan er verkefnin úr því, þessum texti. Task 1. Read Micah's blog entry from January 1st. What does the entry say about Micah's experience of volunteering? Og hún segir þarna frá því að hún ætli að gera sjálfboðaliði. Hún var á síðasta ári var hún í nokkrum svona sjálfboðastörfum. Og hér er bara nefnum beðin að túlka, bara lesa og finna upplýsingar hvað hún gerði í fyrra. Tiltölulega einfalt. En þetta er nummer 1, message based, og þetta er bara samfelldur texti og hann er lýsing á því sem hún gerði og langar til að gera í framtíð. Þetta er fyrsta, svo förum við yfir næstu spurningu. Núna er ég að leta þessi Við séum til dæmis job search, þetta er ósamfelldur texti og sem samanburð þá er þetta ósamfelldur texti hér. Fyrst, þetta er sem sagt bara listi yfir störf sem í boði hjá þessari síðu. Og spurningin er, this is a page from a job search website. Which jobs in this list is most suitable for school students? Click on the button next to the job. Til að svara eitthvað við hvað á best við nemendur. Þetta er ósamfelldur texti og lýsing á því. Textarnir eru líka flokkaðir eftir því hvort þeir eru menntun, starf, bæði I want to help og job search eru úr. Hvort það sé einstaklingar eða hvort það sé almenns eðlis, texti almenns eðlis. Ég langar að sýna ykkur þetta hér. Svo þarna mæku. Það er það sem við kallum access retrieve eða endurheimt upplýsing á texta. Við bara lesa textan og finna hvað er sagt í textan. Svara til það. Job search nummer 1, það er það sem við kallum reflect and evaluate. Hvers konar stað á best við fyrir nemendur. Þannig að þú þarf að hugsa nemandi, þannig að þú þarf að fara út fyrir textan og velta fyrir þér við hvern textin ætti helst. Þannig að þá ætti að fara að meta íhuga textan í ljósi svona fyrir reynslu. Og hér er komið, hér er komið 2. Þannig stendur Go to Micah's About page. Þannig að nú hefur verið að segja þér að gera eitthvað á síðunni. Og svo þetta svara What kind of work does Micah want to do when she leaves school? Þannig að hér erum við komið með það sem við kallað multiple textar. 2 textar sem við þurfum að fara í öllum til þess að svara. Svona eru öll verkefnin. Þetta eru til dæmis auðveld verkefni sem við sýnum ykkur hérna. Það verður mjög þungt alveg upp í það verður að tala fölsun á peningum og alls konar
efni sem kannski ekki framandi fyrir nefnendur og mjög þungu verkefni. Þannig að við náum alveg góðri breidd á verkefni. Nú, má spyrja, tilaðu þessi verkefni fyrir ríkisverkefni. Já. Þyrftu þið að þýða mikið? Þýttu við? Já, þýttu allar þessar vefsíður og allar krækjur og allt? Allt saman. Það var rosalega mikið vinna. Það var gert í mjög þægilegu forriti. En þetta var mjög mikið vinna. Nú, það eru tvenns konar hugrænir ferlar, cognitive processes, sem að hugað að þegar verið að semja þessi verkefni. Á hvers konar hugræna ferli reynir þetta verkefni. Og annars vegar text processing, sem þau skilgreina locate key pieces of information, interpret nuances of language, integrate different elements of the text, draw on prior knowledge of textual and linguistic structures and features, make judgment about the cogency of an argument or the appropriateness of the style, and reflect on the relationship between the content and his or her own experience or knowledge of the world. Metatextan. Hins vegar navigation. The cognitive process of moving around the digital medium to access information that is needed, traversing several pages or sites, predicting the likely content of a series of unseen screens, make decisions about which links and menus to use in order to efficiently locate the required information. Þetta annar hlutur. Hér ekki verið að meina læsi á tæknina. Ekki það að kunnast með það, heldur að geta séð fyrir í ljósi þessum þú ert með á skjánum hvar þú ættir að fara næst. Það krefst mikið af hugsun. Það var það sem ég var að spæða, hvernig þau rekja sig í gegnum í rauninni þetta upplýsingaflóð sem er það. Já, það er Það er ákveðin tækni út af að segja. Já, það er náttúrulega textinn, það að skilja spurninguna og fara og finna svarið. Hins vegar það að rekja sig í gegnum hafið. Og verkefnin það er 29 verkefni í prófinu og hér má sjá hvernig það einkennir þau. Verkefni hérna efst reyna mikið á að rekja sig í gegn. Ég man eftir einu verkefni þar sem þú til þess að finna réttu svörin þá ættir að fara í eitthvað fúttir á neðstniðri í eitthvað lítil auglýsingu og þessi verkefni eru mjög þungin að fylgja ekki. Og svo hérna mjög einföld verkefni eins og I want to have task 1 þar sem bara eitt texti, þú þarf ekki að fara henni, þau eru að kenna, bara ein vefsíða. Og á þennan ásinn það þá hversu þung þau eru á hinum ásnum, þessum hér, text processing, hversu þung þau eru sem við köllum, sem í daglegu tali, þung leskilningsverkefni eða leskilningsverkefni. Krefjast ekki mikið með hugsunar hjálminu. Þau ræðast alveg á báða ása. Og þið sjáum þarna að þessi öll verkefni eru opið. Það er hægt að skoða þessi 12 verkefni úr I want to have smell og job search. Og þessari síðu. Og til þess að geta svarað rétt, þá þarftu að hafa hvoru tveggja í lagi. Samkvæmt kenningaramman. Og þetta próf sem búið til af sérfræðingum innan OECD, en verkefninu eru búin að fara í gegnum tæknivinnu til þess að láta þetta líta vel út og passa við þessar flokkanir sem við höfum í kenningaramma OECD leskilning. Og svo það forprófið, hvort að þessi verkefni ná í rauninni að aðgruna nefnendur eftir leskilningi þeirra. Og svo voru öllum búið að meta verkefnin og sérfræðingar hér í háskóla sem mátu verkefnin eftir því hversu viðeigandi þau væru fyrir menningunum. Það væri eitthvað sem krakkar hér myndu lesa.
þetta væri passív. Það voru verkefni sem voru alls ekki passív, alls ekki og mútu aldrei vera hluti af menningu. Eins og netið aðlagast hverju landi fyrir sig að krakkar eru að lesa sínu eigin tungumáli, að það verða ekki alveg sambandið. Þannig að það var ýmsu breytt til þess að þetta geti passað nokkurn veginn við það tungumál sem nemendurnir eru að lesa á. Og hver nemandi var í 40 mínútur með 10 mínútna þjálfun á þessu, hvernig maður það svara þessu svona. Og hvarði nær og frá level 5, hæfnistöku 5 niður í hæfnistöku 2. Það er ekki nógu mörg verkefni í synkronum endan, það er ekki nógu mörg þung, nýþung og ekki nógu mörg mjög auðveld til þess að sé hægt að meta annan hennan svona hvað byrj. Lesskilningur á pappír hugsum við sem frá undir 1 upp í 6, 7 stig. Það verður bara með eitthvað sem 4-5 stig. Það verður með fara vekja. Og hér sjáum við svona samanburð á þessum tveimur prófum. Það eru færri nemendur í hverjum skóla sem að taka prófið. Hérna það eru færri atriði, færri spor, minni tími og já, þetta er svona teknilegar upplýsingar. En á þessum hæfnisþrepum eru 7% á hæfnisþrepi 5, eða 8% á hæfnisþrepi 5, sem að skoða allir þessi 16 OECD-lönd. Og það er svona svipað og dreifingin á pappírnum. Svo er 1% á hæfnisþrepi 6, nú er þetta mæling af því. Svo er 30%, 60% flesti hér, og svo 30% hér, það er svona samanlagt, leggst saman, 83% á hæfnisþrepi 2 eða ofan. 60% 3 eða ofan. Þannig að 17% af nemendum í OECD-löndunum ekki á hæfnisþrepi 2. Það er mjög þessi navigation og text processor, þetta er mjög vantar mikið upp á þetta hjá þeim. Við förum ekki kannski lengra í kenningaramman sinni. Og það er meira í skýrslunni nákvæmlega hvernig þetta er til og er mjög viðeigandi að þetta er tiltölulega nýtt. Þetta er fyrsta svona prófið í heiminum þar sem við erum að skoða milli landa þessa færni. Færni og læsi og rafrænan texta. Þetta er mjög nýtt fyrirbæri í menntarannsóknum. Og det var íslenskumælandi nemendur, og sænskumælandi nemendur tog prófið. Var lige i går før takkede polsku vanlige tungumál? Nei. Það var sænskumælandi nemendur? Já, í löndum þar sem voru 10% eða meiri, held ég. Fleiri nemendur sem töluðu það tungumál, þá var það býtt yfir á það tungumál. Já, það aðeins fyrir mörgum löndum að taka þátt í þessu, vegna þess. Það var sumir sem voru með 3-4 tungumál. Det var ikke það sem innflytjendur og eitthvað á líka tölum. Já. Það var ekki fleiri tók þátt? Ég er ekki búinn að skoða það, nei. Ég er ekki búinn að skoða það. Það er aðeins innflytjendur árangur þeirra eftir í skýrslunni. Það er svipað munur minnum og í pappíru. En hér sjáum við svona niðurstöðunar hæfnisþrepin sem við höfum úr pappírnum. Þetta er rauninni löndum með raðað eftir hlutfalli nemenda sem eru fyrir neðan hæfnisþrep 2. Þessi 17% á OECD, hittinnum á OECD, eftir löndum. Og í Kóreu, eins og í pappírnum, eru mjög fáir nemendur sem ná ekki hæfnisþrep 2. Þetta er svona að minnstakosti færir að svara svona helstu einfaldari spurningu. Þessi hópur, hann fjölgast stærri. Við erum með færri nemendur heldur en OECD að meðaltali. Töluvert færri. Noregur og Svíþjóð með svipaðan fjölda og Danmörk með töluvert fleiri. Við kemur kannski inn tungumála
En það alltaf Svíþjóð líka, Noregi. Já, reyndar. Alltaf Svíþjóð. Það sem er skemmtilegt er að það er fleiri í Hefnistöðu 5 frá okkar nefndum heldur en hínum Norðum. Sérstaklega í Noregi og Danmörku. Þannig að við varum mjög ánægð með það að þetta sem geta leyst þyngstu verkefnin í þessu prófi. Það er mjög jákvæð niðurstöður fyrir okkur. Hérna sjáum við skiptinguna á Íslandi. 10%, 4%, 3%, 5%, svo 13%. Það er 17%. En þetta er virkilega góða niðurstöður fyrir okkur með OECD. Og svona, hér er samanburður á pappírnum, sem er þá gráu súlurnar, og rafrænatextan sem er bláu súlurnar. Og það er þá bara Hefnistöð þá 5 eða ofar, 4, 3, 2 eða fyrir neðan Hefnistöð á hvorutveggju. Og það sem að sé hérna úr þessu er að slökustu nemendurnir hérna, línan er rauð eftir þeim, og þessi hér. Það er færri, hún er minni fyrir rafrænatextan, svipað margir hérna Hefnistöðu 2, fleiri hérna rafrænatextan á Hefnistöðu 3, svipað á Hefnistöðu 4, aðeins fleiri þetta. Svo eru Hefnistöðu 5 eða ofar, það er svipaði fjöldi. Meiri samanburður á rafrænatextanum og pappírstextanum. Meðaltal okkar er 512 á rafrænu, 500 á prenti. Og maður myndi halda já, þetta uppálega þegar við sjáum þetta þá leytir það rosalega vel út. Þannig að samkvæmt Hefnistöðunum þá fyrirstu við vera á góðum málum. En það sem við sjáum þetta betur hérna, við erum í 5. til 7. sæti á OECD-löndunum þegar við skoðum þessi 16 lönd sem tókum þátt í rafræna, en 7. til 10. sæti ef við skoðum sömu lönd á pappírnum. Þannig að það lítur út rauður sem herri í fyrirtækinu. En ég fór í þessa skýrslu og skoðaði rauðurina þar á pappírnum. Hér eru þá löndin sem tóku þátt í rafræna á þeim löndum. Þessi 4 lönd þau eru líka fyrir ofan okkur í pappírnum. Kórea, Nýja-Sjálandi, Japan og Ástralía, fyrir ofan Ísland. Svo er Hong Kong, Kína líka fyrir ofan okkur á báðum. Þannig að þetta sem er fyrir ofan okkur í rafræna eru líka fyrir ofan í lesskýring á pappír. Svo erum við skoðað sem eru jöfn okkur, það var Belgía, Svíþjóð og Írland sem eru jöfn í rafræna. Svo eru 5 land sem eru þá fyrir neðan okkur í rafræna en jöfn okkur í pappír. Svo eru land sem eru þá fyrir neðan okkur á hvorutveggju. Og ég taldi einfaldlega og lesskilning á pappír eru 9. til 16. af öllum OECD-löndum. Hvað ef allir hefðu tekið þátt í ERA líka? Og við erum í 5. til 7. sæti af 16 löndum. Þá er það svona smá algebra, bara deilið 34 með 16. Það tókum við svo margfald að það með 5. til 7. sæti. Þetta er 11. til 15. sæti. Þetta er bara áætlun, gróf áætlun. Við höfum hvernig þetta dreifðist á þann, þá erum við ætlað þetta myndi dreifast upp á svipað. Og þá erum við alveg á sama stað. Það er bara þrengri, við fyrir ofar og neðan. Við þrengjum okkur. Þegar þetta eru færri lönd náttúrulega og þetta eru færri verkefni. Það eru 23 verkefni og öll löndin tekið þátt. Ég veit ekki, eitt kannski sæti til það frá. Þannig ég dregi efa að svona í samanburði við önnur lönd að við stöndum okkur að okkar nemendur standi sig eitthvað betur þegar að efnið er sett fram á þennan hátt. Þá ég að halda því fram að miðill eftir slíku sé ekki atrið.
þessi færni sé á svipuðum stað í okkar nemyndum miðað við önnur lönd, önnur OECD-lönd og lesskilningur og pappír venjulega er. Við ætlum að fá okkur kaffi eftir svona 2 mínútur. Kynjamunur, það er alltaf mjög vinsælt á Íslandi. Við erum með til dæmis mikinn kynjamun í tölvunum. Við gerðum svona próf í náttúrufræði, kannski við eftir frá 2006, 3 lönd tóku þátt og við vorum kynjamunurinn hvarvegilega í náttúrufræðinu. Strákarnir eru svona miklu betri í, voru miklu betri í það. En þau verkefni voru öðruvísi. Það var tilraunir og skemmtilegheit. Þetta er ekki eins sláandi munur sem maður hefði búist við þegar maður hugsar strákar tölvur. Já, þeir eru alltaf í tölvum, þeir geta þú örugglega miklu betur en að vera á pappírnum. Þetta er miklu skemmtilegra fyrir þá. Þeir leggja sér miklu meira fram í þessu og svo fram. En niðurstaðan er í rauninni sú að það er minni kynjamunur en stelpurnar eru samt sem það betur. Þetta er gráa er kynjamunurinn á pappírnum, þetta er 40 stig, 44 stig, en hérna bláa er kynjamunurinn á rafræna. Og ef við skoðum hin löndin, þá er þessi breyting oft meiri heldur en hér. Þessi skipting yfir miðla og kannski þá skipting milli 2 tegunda af lesskilningsfærni í kjölfari. Hún er sem strákunum í hag meira en hér. Þannig að stelpurnar halda sínu forskoti betur hér heldur en mörgum öðrum löndum. Og já, svo ætla ég að hlaupa yfir þetta. En ég býð ykkur að skoða skýrsluna sjálf og meta fyrir ykkur sjálf hvort að það er trúverðugt að splæsa þessum hvort tveggja saman í einn mælikvarða sem þá mælingu á lesskilning. Við erum bara spurningar þessu efni. Hvað finnst ykkur þetta sennilegt? Verða umræður eftir kaffið? Já, við tökum sem sagt fleiri kafla og svo höfum við svona tímum fyrir lokin. Endilega skotum við... Já, sko, það sem ég heiti Stefán Jökulsson og það sem ég veldi aðeina fyrir mér er kannski sko hugtakanokkurinn og svona ég veldi fyrir mig hérna hvað það sé raun og veru sem að verið er að mæla sko, að reyna að henda neður á. Og það er kannski hérna tvennt sem við langar að nefna. Það er annars þessi hugmynd, þessi samanburður á rafrænum texta og öðrum texta. Það var hugsa sér að það sé að bera þetta saman sko að minnst í 2 vítum. Þú getur horft á eitthvað efni til dæmis vefsíðu og borðið hana saman við bara prentaði síðu í bók og sagt sko nota kannski sko, orðin sem eru notið í svona skýrslum orðin svona linearity sem sagt annars við séum að ræða einhvers konar línulega miðlun en á vefsíðunni eins og þú gafst séum að ræða svona fjölvíða miðlun þar sem að mörg takkkerfi koma við sögu. Þetta er þetta öðru víddin. Hinn víddin og það er svo vítt sem að ég tel að skipti mestu máli þegar sko kemur að lesskilningi. Það er merkingasköpunarvítin. Það er ekki svo vítt sem er nær því sem þú kallar sko hérna text processing eða eitthvað svona umsýslan með tákn. Heldur er það raunverulega það að búa til merkingu og rannsóknir sína að hérna þeir sem að vandinn varðandi lestur er ekki það í þessum tilvikum fólk getur ekki lesa, það getur ekki skilið það sem það les eða á að lesa. En í þessu merkingasköpunar heimi, hvað sem hann er nú, sko, í höfðuna okkur kannski að hluta til, þar eru alltaf öll takkkerfi virk. Þar sem þú lest bók, þá var það bara háður reynslu þinni tilfinningum og hugmyndaflýju og mörgum öðrum hlutum. Hvað mörg takkkerfi
koma við sögu fyrir merkingarsköpun. Saman með það að þegar fólk les bækur, þá býr það til myndir þegar það hlustar útvarp í höfðinu á sér, segir það. Ég þekki það sjálf mjög samankendir útvarp, sem við segja útvarp sé heppilegum niður fyrir börn vegna þess að þau sjá stærri hluta merkingarsköpunarinn að það heldur en í prentmiðlum. Sko, mér finnst í þeirra efni sem þú kynnt ekki gerður greinarmunur á þessu tvennu og þessi greinarmunur mjög mikilvægur. Og þessum veldi því fyrir mér sko, bæði á þessum enda sem þú kallar text processing og þeim enda sem ég kalla sko, merkingarsköpunar endanum, gerir fólk ákveðna hluti. En mér finnst þú meira að vera að tala sko, vera að tala eins konar ratvísi sko, sem er fólkið því að þú vitir hvað skóarnir á Íslandi og geti jafnvel farið ángar og vitir sko hvað tilkvæmst að nota tré. En lesskilningur snýst það að búa til eitthvað úr þessu efni. Eru menn að hugsa eitthvað það í þessu? Já, verkefnin náttúrulega til þess gerð að þú settur inn í textan og þú sendur af stað til þess að lesa merkingu úr textan. Þessi verkefni fjallar það. Þú beðir að gera eitthvað, sko, þú beðir að túlka textan og þú verður þá að hafa vald á þessum táknum sem þú ert að tala og geta beitt þeim, þessari þekkingu þínu á þeim táknum til þess að draga merkingu úr textanum. Já, en sko, málið það að ég og margir aðrir telja að merkingin sé ekki í textanum, þannig að þú getur ekki dregið það úr honum, sko. Og sem fræðin segir bara bein, merkingin ekki í texta, það er fólk sem býr til merkingu. Meðal annars á grundvelli orðana, en líka grundvelli reynslusinnar, kynferðis og svo framvegis. Þannig ég er velta fyrir mig aðferðfræðin hvort það sé að hún sé veika einhverju leyti með tillit til svona athugasemda. Já, ég veit ekki. Þetta er ágætis og punktur varðandi kenningaramman, finnst líka, varðandi nálgunni. Ég er náttúrulega að hugsa lesskilning. Ég held að höfundar kenningarammans hafi ætlað sér að fanga þessa ferning, sko, að geta lesið, sko, það sem þú kemur með að borðinu, reynslaðín og kynferðið og áhugaðslu og hvað sem það spilar inn. Hvort þú nærð að sko, skilja þessum lesskilning, hvort þú nærð að svara þessum verkefnum eða ekki. Þannig að sko, ég held að aðferðin sem við verðum að reyna að nota í þessu prófi er að reyna að hafa þetta sem fjölbreyttast. Reyna að ná, vera með menntun, starf, personal, public, aðstæður textans, vera með sko, röksemdafærslu, reyna að vera með fjölbreytta tegundir af texta. En það er eina leiðin sko, sem held ég þeir hafa. Þessi mjög subjektíft, sko. Mér hefði samt að þér að þú væri efinnst það sjálfur, það væri stundum rétt að tala lesskilning þegar er að ræða svona ratvísi, sko. Já, ratvísi sem er byggða af því að þú veist hvert að það fara og svoleiðis. Já, ég tek undir það, já, sko, reynslaðin, ef það hittir það ekki á að þetta fjallar skóga og þú erum að fara hérna skóga á Íslandi, sko, þá kemur það inn í, sko. En þess vegna erum við að reyna að hafa mörg verkefni og reyna að hafa þetta fjölda þannig að við getum sett þetta undir eitthvað sem heitir sko villa í mælingu. Þetta er ekki einfalt verk. Ég er alveg saman á því. Það er alveg rétt. Þú ert að segja það sko, með umreiknar þetta eitthvað fjölda landa, það sé bara voða svipað á pappír sko, sjálfsög, ef maður sé heldur minni kynningur. Er það að segja það? Menn íslensku nefndum? Íslensku nefndum, þeir séu já, ekki... Já, ég held það, já. Ekki svona Evrópmeistarar eins og þú sagðir í byrjun? Nei, ég held einmitt að færni okkar nefnda á að lesskilningur þeirra þegar það kemur að vefsíðum, hans er bara á mjög svipuðum stað og þegar það kemur að pappír. Þetta er 10 ára ferli í skólanum þar sem við erum þjálfuð. Og þetta er sko... Minni kynningur? Já, minni kynningur, en það dregur úr honum og
þorskuldstefnan ennþá tiltölulega mikið þarna miðað við í öðrum löndum það dreifur meira úr. Þannig að ég er svona að reyna kannski kemur það í ljós eftir hér sko ástæðurnar. Það er þarna niðurstöður sem er svolítið sláandi varðandi tölvunotkun í tímum og tölvunotkun í skólanum. Og hérna á Íslandi það bara Já, Íslandi miðað við Finnlandi. Þannig að við getum takað það bara eftir kaffi þegar við skoðum aðeins samhengi.